sem framfór á laugardaginn í hellirigningu í gryfjum upp fyrir litlu kaffistofuna og það er Haraldur Pétursson sem að leggja af stað hér í fyrstu braut sem á nokkuð löng og hún reyndist mönnum erfið því að Haraldur var búinn að bakka þrisvar þegar hér var komið sögu inn í miðri braut. Þessi keppni gefur stig til Íslandsmeistaratitils sem og Formula Offroad titils, Formula Offroad Open. Þetta er þriðja umferðin í Formula Offroad Open og önnur umferðin í Íslandsmótinu. Og fyrsta brautin var ákaflega löng. Haraldur Pétursson er hér kominn í lokin á þeirri braut, fær 300 stig fyrir lengdina. En sökum þess hversu grófuna var á dekkjunum og hversu oft hann bakkaði þá voru 320 stig í refsingu þannig að niðurstaðan fyrir Harald Pétursson 0. Daniel G. Ingimundarson. Og hann nær ekki að komast upp hér fyrstu bröttu brekkuna. Það er að segja hann hittir ekki á hliðið og þarf að hverfa frá þarna en er með 80 stig og þá er það Ragnar Róbertsson. Og Ragnar er kominn hérna í lok brautarinnar en klárar hann ekki 220 stig fyrir lengd en 330 stig í mínus og það er bilað hjá hann gírkassin og hann var frá að hverfa í upphafi annarar brautar. En hér er Björn Ingi Jóhannsson, hann fær 50 stig fyrir þessa braut sem er talsvert meira heldur en Haraldur Pétursson og Ragnar Róbertsson og þá er það Gunnar Ásgeirsson. Og hér vantar nítróði til þess að klára þessa braut 240 fyrir lengd en 260 í refsingu, niðurstaðan 0. Já, við vorum að sjá aðra hluti í þessari fyrstu braut heldur en oft áður. Hér var svo mættur Árni Kópsson í fjarveru Rafns Arnars Guðjónssonar og munið þegar Rafn Arnar gerði þetta fyrir nokkrum árum þá var sjónarhornið beint aftan á bílinn hjá honum. En þetta er nákvæmlega eins. Árni Kópsson tók þarna þátt sér til ánægju en hann náði samt 50 stigum fyrirgefiði út úr þessari fyrstu braut og það var Gísli Gunnar Jónsson og hann hittir illa hérna og fer fram hjá liðinu, tekur ákvörðun að bakka og setja afturhjóli í liðið og klárar brautina á 300 stigum en refsingin var 350 stig. Gísli Gunnar Jónsson 0 eins og Haraldur Pétursson og þá er það Sigurður Þór Jónsson nær þessu þokkalega en er að raða inn refsingum hérna, er allt og neðarlega í hliðunum, er að tapa 50 til 60 stigum í 50 til 100 stigum í hverju hliði og þó hann ljúki við þessa braut á 300 stigum þá fær hann ekki nema 25 stig út úr brautinni því að 275 stig var refsingin í Við byggjumst velverðingar á þessum myndtruflunum sem að hér eru að trufla okkur. Það er Guðmundur Pálsson sem ekki nær að ljúka við brautina og Guðmundur Pálsson fær 220 stig og 350 mínustig. Niðurstaðan er 0 og þá er það Ásgeir Jamil Allansson. Og rétt eins og aðrir fremstu ökumenn í torfærinni þá lýkur hann við þessa braut á 300 stigum en horfir á 350 stig í refsingum. Já, hér er eitthvað skrítið á seiði. Gunnar Gunnarsson leiðir eftir fyrstu þraut með 80 stig. Daniel G. Ingimundarson er í öðru sæti á 80 stigum. Þá Páll Antonsson með 70 stig. Árni Kópsson með 50 þráttur í veltuna. Björn Ingi Jóhannsson og Þorvaldur Stefánsson báðir með 50 stig í 5. og 7. sæti. En við förum að staði í braut nummer 2 sem var löng og Björn Ingi Jóhannsson fer hér fyrstur hjá okkur. Við þurfum að fara hratt yfir sögu. Hér tekur hann á sig 20 stig í refsingu. Hann þarf að ná uppbeygju sem hann gerir ekki öðru sem að bakka. Þar fara 40 stig í viðbót, þá eru 60 stig farin og síðan fer hann gróflega yfir bæði dekkin hér í þessu hliði og hann er að raða inn refsingum hérna og nú verður hann að gjöra svo vel og ljúka við brautinni ef hann ætlar að hafa eitthvað upp úr krafsinu. En fyrsti hóllinn hér er laus og fyrir lengd fær hann 90 stig fyrir lengd og 130 refsingu, niðurstaðan er 0. Þá er það Gísli Gunnar Jónsson. Árni Kópsson fékk 20 stig. Gísli Gunnar Jónsson tekur að fara á að bakka hérna. Því það tapar hann 40 stigum og þetta var í annað sinn sem hann bakkaði. Auk þess að aka gróflega yfir merkingar brautarinnar og fara ekki lengra en þetta. Þá hefur hann ekki nema 70 stig upp úr krafsinu, 190 fyrir lengdina og 120 í refsingu. Tapar hérna 50 stigum. Og stendur örlítið og lengi á gjöfinni. Og takk eftir hvað stendur á botninum á bílnum hjá honum.
það stendur hlé, örstutt hlé á meðan bíllinn er fjarlægður og hér erum við borð með Gísla. Eins og við sjáið þá rignir á allt sem að ekki er í skjóli. Og Gísli tiltölulega snöggur að drepa á þó hann sé nú ekki vanur að velta, en niðurstaðan 70 stig fyrir Gísla. Þá er það Sigurður Þór Jónsson ætla ég nú að segja. Hann reynir að nota aflið hér til að snúa bílnum og náði því án þess að þurfa að bakka, tapa 50 stigum þarna á þessu dekki. Fór ákveðin í fyrstu 2 brautirnar að aka bara á hraða og hér tapar hann enn fleiri stigum en 50 viðbót. Búinn að tapa minnst kosti 100 stigum, 140 stigum við það að bakka hérna líka. Og 50 stig í viðbót. Hann er að snúa hér vel við og á eftir að ljúka við þetta. Nei, hann raðar inn refsingum hér. Hann er í mínus eins og nú verður hann að ljúka við þetta sem hann gerir. 300 stig fyrir lengdina, 210 í refsingu, 90 stig er niðurstaðan. Þá er það Gunnar Gunnarsson. Hann tekur aðra stefnu hérna, tekur þetta dekk á 20 stigum og reynir að hanga ofalega hérna til þess að fara ekki yfir þetta dekk sem hann fer yfir núna, tapar bara 20 stigum þarna. Vel gert hjá Gunnari Gunnarsinni. Hann er ekki kominn með nema 170 í refsingu, hann getur náð 130 stigum út úr þessari braut. Nú þarf hann að ljúka við hana. Þetta er laust hérna í endan og hann er í göttubílaflokki. Hér vantaði aflið og hann hefur ekki nema 50 stig upp úr þessari braut. Páll Antonsson fékk 40 stig, þá er það Haraldur Pétursson. 50 stig tapast þarna. 20 stig fyrir að snerta dekki, 50 stig ef að merking brautar er undir miðjum bíl og 100 stig í refsingu ef aðeins eitt hjól bifreiðarinnar er innan brautar. Hér tapar Haraldur öðrum 20 stigum. Og hann lýkur við þetta á 300 stigum fyrir lengd, 160 refsistig og tekur forystu í keppni með 140 stig. Gunnar Gunnarsson er í öðru sæti. Daniel G. Ingimundarsson í 3. sæti, Sigurður Þór Jónsson í 4., Gísli Gunnar Jónsson í 7. sæti og ljóst að það er á brattan að sækja. Eins og þið sjáið þá ringdi all hressilega þennan laugardag í þessari keppni. Við förum að stað í 3. braut og þá fer fyrstur hjá okkur Gísli Gunnar Jónsson. Það var að koma í ljós hér hliðið sem hann á að fara í gegn og hann snertir þarna dekki, 50 stig í refsingu þarna. Það er gróft og hann á að fara beint upp í gegnum þetta hlið sem hann hangir hérna fyrir neðan og Gísli komin út úr braut hérna en fær tækifæri til að koma sér inn í brautina aftur og inn í brautina fer hann 300 fyrir lengdan, tapar 75 stigum. Það er 225 stig. Reyndist erfiðari þessi braut heldur en að menn áttu von á þarna. Þá er það Sigurður Þór Jónsson, við munum einbeita okkur að slagnum toppinn. Tíminn er skammur. Sigurður Þór Jónsson sýnist mér refsilaus eins og er. Já, vel gert hjá honum og í gegnum hliðið fer hann og fær 270 stig og kemst þar með upp í 1. sætið. Með 385 stig fer upp fyrir Harald Pétursson. Og Gunnar Gunnarsson hefur þetta ekki. Vantaði aflið hérna og Gunnar Gunnarsson fær 140 stig. Guðmundur Pálsson fékk ekki nema 10 stig og Ásgeir Jamel Allansson 10 stig í þessari braut en hér er kominn Páll Antonsson. Og upp á fer hann, 185 stig og nær að komast upp í 4. sætið. Haraldur Pétursson leiddi fyrir þessa braut, fer hér gróflega yfir dekk og tapar 50 stigum og snertir aftur, búinn að tapa 70 stigum, tapar heilum 80 stigum, 220 stig fyrir lengd og situr í öðru sæti með 360 stig. Daniel G. Ingimundarsson.
hann var næstu því farin upp á, hann í göttubílaflokki, í baráttunni við Gunnar Gunnarsson. Daniel fekk 150 stig hérna. Það var það Björn Ingi Jóhannsson. Já, tapar ekki nema 30 stigum, 270 stig sem var besti árangur í brautinni og kemst upp í 3. sætið. Haraldur Pétursson verður að víkja fyrir Sigurði Þór Jónssoni, Páll Antonsson í 4. og Gísli kominn upp úr 7. sæti í það 5. Gunnar Gunnarsson dottinn niður í 7. sæti eftir að hafa leitt eftir fyrstu braut. Braut númer 4. Og enn var skyggni ágætt, þó rigndi og hér á Gísli að taka hægri beygju og koma niður aftur. Drepur á og stoppar, þar tapast 10 stig. Sleppur þó við að snerta dekki þarna, en kominn í ógöngur hérna og verður að bakka. Þá eru 50 stig farin. Brautin það bil hálfnuð. Þá fari gegnum hliðið sem að hér í mynd hægra megin á skjánum og þarf að ná þessari hægri beygju. Hvíta dekkið sem beint fyrir framan á núna markar vinstri hluta brautarinnar og Gísli hittir ekki hér inn í hliðið og hvíta dekkið undir miðjum bíla aftan og þá tapast 50 stig. Hann búinn að tapa 100 stigum. Nú verður hann að ljúka þessu á 300 sem hann gerir, fær 200 stig fyrir brautina en hrapar við það niður í 7. sæti. Það var aðeins 7. besti árangur í brautinni, þá var það Sigurður Þór Jónsson. Tuttugu stig farinn. Keyrði þarna yfir dekkið. Sigurður Þór var í forustunni. Vel gert hjá honum, hann nær hér beyjunni og kemst í gegnum hliðið og þá er að hitta á næsta hlið og 300 stig fyrir lengd og 20 í refsingu, 280 stig. Guðmundur Pálsson var í 8. sæti þegar hér var komin sögu og hann aðeins búinn að tapa 20 stigum. Fær 280 stig, rétt eins og Sigurður Þór Jónsson. Þá er það Ásgeir Jamil Allansson. Vel gert, refsilaus, en eitthvað nú bíllinn farinn að láta illa. Komin óeðlileg hljóð og farið að leka vatn á mótornum og hér gaf vélinn upp öndina og hann fær 120 stig og var ekki meira með í þessari keppni. Gunnar Gunnarsson í slag við Daniel Bílúðarsson í götubílaflokki. Vel gert, refsilaus. Og enn hann refsilaus. Hér eru möguleikar á 300 stigum. Á upp. Já, 300 stig fyrir Gunnar Gunnarsson. Og það jafnframt besti árangur í brautinni. Það var það Páll Antonsson. Páll Antonsson var í 4. sæti fyrir þessa braut með 295 stig, 90 stigum frá 1. sæti. Og hann fer hér upp á 280 stigum. Og þá komið að Haraldi Pétursinni sem að leiddi skamma stund áðan. Datt síðan niður í annað sætið í síðustu þraut, 3. braut. Við erum að horfa á 4. braut. Og hér fer hann allt ofarlega og tapar hér 50 stigum. Það munar hver 20 stig þegar að slagurinn harður í torfærinni. 50 stig eru farin hjá Haraldi og hann lýkur þessu á 250 stigum og það kostaði hann reyndar 1 sæti. Hann hrapar niður í 3. sætið. Daniel G. Ingimundarson. Hann búinn að ná sér í nokkrar refsingar og gerir það þar að ekki enn betur hér og hittir varla á hliðið. Þarna eru 100 stig farin. Hann tapar 160 stigum og kemst ekki upp, fær 180 stig fyrir lengdina, þannig að niðurstaðan 20. Þannig að Gunnar Gunnarsson allt í einu komið með yfirbúrastöðu í götubílaflokki. En þá var það Björn Ingi Jóhannsson. Björn Ingi var í 3. sæti, laglega gert, refsilaus. Og á bara auðvelt með að ná þessari beygju. Og á auðvelt með að ljúka við þetta
og þetta eru 300 stig og skýst þar með upp í annað sæti í keppninni. Er 10 stigum á eftir Haraldi Pétursinni og þá er það Gunnar Ásgeirsson sem var reyndar þegar hér var komin sögu eftir 3 þrautir með 0 stig og var að sjálfsögðu í neðsta sæti. En aðeins 385 stigum á eftir fyrsta manni og Gunnar Ásgeirsson fékk 140 stig hérna úr þessari þraut, 4. þraut og Þorvaldur Stefánsson á ram að mæta hér með raminn í fyrstu keppni á þessu ári. Fer nokkuð frjálslega yfir brautarmerkingar, líkur þessu á 300 stigum fyrir lengd en 120 refsistig og staðan enn óbreytt. Sigurður Þór Jónsson í fyrsta sæti en Björn Ingi Jóhannsson kom inn 10 stigum fram úr Haraldi Pétursinni. Páll Antonsson enn í 4. sæti en aðeins 5 stigum eftir Gunnari Gunnarsinni. Gísli Gunnar Jónsson er í 7. sæti með 495 stig þegar leggjum að staði í 5. braut. Það var Sigurður Þór Jónsson á að fara beint hérna upp, hliðið er þarna fyrir ofan hann og alveg sama hvað Sigurður Þór Jónsson gerir hérna. Hann fer ekki lengra en þetta og hefur ekki nema 70 stig upp úr krafsinu. Þetta var aðeins þriðjungur brautarinnar að komast upp þennan fyrsta hluta. Þá er það Guðmundur Pálsson og nú verður Sigurður Þór Jónsson bara að vona að aðrir keppendur komist ekki hérna upp. Og Guðmundur Pálsson fer ekki hérna upp. Þrátt fyrir mjög öflugan bíl, vantaði kannski svo litla ákveðni, það þarf að ná upp hraða þarna neðst. Þá er það Gunnar Gunnarsson. Kemur úr Reykjanesbæ. Nú er að sjá hvort að götubifreiðin kemst hér upp í höndum Gunnars. Og ég held að sé alveg búinn að missa stjórnina, já. Setur hann í bakki augnablik en kom hann bara ekkert í gír og allt í einu þá gerir hann sér grein fyrir því að hann snýr að áhorfendum en ætlaði og hélt að hann væri komin upp. Klappaði bara fyrir áhorfendum því að þeir klöppuðu fyrir honum fyrir það að velta ekki í þessari braut. Páll Antonsson er næstur. Gunnar Gunnarsson fékk 70 stig fyrir þessa braut. Sigurður Þór Jónsson 70, Guðmundur Pálsson 70, Páll Antonsson. Lítur út fyrir að brautin sé bara ógleif því að Páll Antonsson fær aðeins 80 stig. Það er ljóst að Sigurður Þór Jónsson býður núna. Svo kemur allt í einu Haraldur Pétursson og læðir sér hér alla leið upp. Kemur niður aftur án þess að vera með nokkra refsingu og þarf að ná hér einni hægri beygju. Og það gerir hann að þessu sinni og síðan er endahliðið þarna upp á brúninni og Haraldur Pétursson gerir sér lítið fyrir og tekur hér 300 stig og skýst þar með upp í fyrsta sætið með 910 stig. Björn Ingi fer hér yfir dekk og tapar 20 stigum og svo öðrum 20. Búinn að tapa 40 stigum þegar að vélinn neitar allt í einu að fara lengra. Rétt eins og að nítróið væri búið. Hann fær eins 150 stig fyrir brautina, 190 fyrir lengd og 40 refsingu, 70 besti árangur. Tapar úr öðru sæti niður í það þriðja, þá er það Gísli Gunnar Jónsson. Hann var kominn þetta langt án refsingar. Ekki er það nú alveg rétt, hann hlaut 280 stig fyrir brautina en komst þar með upp í annað sætið. Í þriðja sæti er þá Björn Ingi Jóhannsson. Sigurður Þór Jónsson verður að sitja og láta sér líða illa þarna í 4. sæti eftir að hafa leitt tíma. Já, hérna, og þá er það 7. braut. Tími okkar er nánast á enda. Það er ennþá skyggni hérna. Haraldur Pétursson er hér á ferð í 7. braut. Þær síðustu brautirnar fóru fram í þvílíkri þoku að lítið er til af myndum úr þeim brautum. Haraldur Pétursson fer hérna á 300 stigum, var þá komið 1210 stig og sigraði örugglega. Stuttu síðar kom Gísli Gunnar Jónsson í sömu braut og eins og þið sjáið þá var komin þoka. Og það rétt grillir í Gísla Gunnar Jónsson sem með því að ná 275 stigum í þessari braut kepp öðru sætinu, vantaði 40 stig upp á fyrsta sætið. Og við höfum ekki tíma fyrir meira í kvöld.